Daginn og velkomin í Silfur Egils. Við fáum merkilega mann hér í þáttinn á eftir. Hann heitir Richard Stallman og helsti talsmaður frjáls hugbúnaðar í heiminum. Hefur verið það lengi. Hún verður afar uppsigað við tölvurrisa eins og Microsoft og Apple og ef þið til dæmis farið á netið og googlið Richard Stallman þá fáið þið fullt þennan mann. Hann hélt hérna fyrirlestur í Háskólanum Reykjavík í vikunni og komust, held ég nánast færri að þeim vildu. Það var mörg hundruð manns sem fóru þennan fyrirlestur. Við ætlum að fjalla beint lýðræði, virkarlýðræði með Kristni Má Ársælssyni sem starfar með lýðræðisfélaginu Öldu. Þeir eru með alls konar hugmyndir það og það kannski gott mótvægi við öll þessi prófkjör sem við erum að fara að tala núna eftir. Það sem að flokkarnir í aðalhlutverki og fólk inn í flokkunum. Þarna eru hugmyndir það hvernig megi losa tök flokkana sem kannski eru nú svona helsti sterk á Íslandi. En við byrjum hér á vettvangi dagsins með Karli Pétri Jónssyni, Þóru Kristínu Ásgeirsdóttur, Sigríði Dögg Auðunsdóttur og Andrési Jónssyni. Við ætlum að tala aðallega þessi prófkjör og framboðsmál flokkana. Í lokið kannski dálítið svona heitasta fréttamálvikunar sem var Eyrarmálið. En byrjum í hérna kraganum, fyrst hjá Sjálfstæðisflokknum, svo hjá Samfylkingunni. Þar gerist það að Bjarni Benediktsson, formaður flokksins, hann fær kosningu. En verður að segja eins og að kosningin ekkert sérstök. Hann fær 50, það frekar dræm þáttaka í prófkjörinu og hann fær 54% atkvæða. Og það ekkert svona, það ekkert stórbrotið fyrir formann stjórnmálaflokks. Það hlýtur að vera vonbrigði fyrir hann. Hann hafði til mikils að vinna, þannig hann þurfti svolítið að vinna traust flokksmanna, sýna fram á, hann hefði traust flokksins. En 52% það verður ekki auðvelt fyrir hann að sérstaklega líka að sjá hvað var dræm þáttaka og hvað margir á þessum lista fengu lágt hlutfall atkvæða, bara fáir sem fór yfir 50%. Já. Þannig að listin sjálfur virðist ekkert vera neitt sérstaklega sterkur í þessu kjördæmi. Og það líka kosningaþátttakan mjög slett. Það eru 15.000 á kjörskrá og rúmlega 5.000 sem greiða atkvæði. Þannig að Bjarni í rauninni að fá, hann að fá í fyrsta sæti atkvæði 18% af þeirra sem kusu, svo maður fylgi fordæmi Sjálfstæðisflokksins og spái í atkvæði þeirra sem ekki greiddu atkvæði. 18% af þeirra sem voru á kjörskrá. Sem voru á kjörskrá, já. Þannig að sko stemningin fyrir að fylgja formanninum úr hlaði á þessu kosningaári, hún ekki mikil. Nei. Og það eitthvað að í Sjálfstæðisflokknum. Þeir eru að refsa flokknum eða formanninum. Nú virkaði þetta fyrir mig allavega sem svona áhuga konu stjórnmála að þetta virkaði spennandi prófkjör. Þarna var áskorun, það var skorað af formanninn, það var að koma inn nýtt fólk. En það virtist ekki duga til þess að toga fólk á kjörskrá. Þetta sá sem skorar á formanninn, hann fær náttúrulega afbyrnu lélega kosningu, Ragnar Önundarson. Hérna, Karl Pétur. Já, sko, mér finnst Þóra dálítið vera að kalla á rússneskar kosningar fyrir formenn í stjórnmálaflokkum. Ég held að það ekki það sem við viljum. Ég held að við viljum einmitt að formenn séu kontesteraðir, að þessi fari í þá. Auðvitað, ég ekkert sem að Bjarni sé sérstaklega hress með þessa niðurstöðu, en þetta þó allavega skafl sem hann komst í gegnum, eins og þessi skafla sem hann hefur verið að fara í gegnum undanfarin ár. Þetta verið ekkert verið neitt grín að vera formaður í stjórnmálaflokki í undanfarin ár. En sko ég ekki að kalla rússneska kosningu hjá formönnum. Ég einmitt, það hugsaði það í gær, að ég dáði svolítið að því að þetta svolítið nýtt hjá Sjálfstæðisflokknum og Bjarni hann hefur gefið svolítið færi á sér. Hann hefur verið öðruvísi formaður. Það hafa verið rússneska kosningar hjá Sjálfstæðisflokknum. Það hefur verið flokkslíf. Það ekki breyting, en ég held ekki að það sé samt gott fyrir Bjarni. Ég held að við lengir fara inn í það aftur, sko. En hérna, hvað var það lélega kosningaþáttöku, þá verður náttúrulega að horfa til þess að þessi prófkjör núna eru miklu minni í sniðum en þau hafa verið undanfarin ár og kannski áratugi. Það eru minni peningar, það eru minni færra fólk að vinna að kosningunum, það eru minni hringingar, minni smölun, minni nýskráningar í flokkana. Það mætti segja að það sé gott, en það mætti líka segja að það sé slæmt. Það getur ekki að vera að það sé bara svo miklu fleiri að fólk sé á þessum skrám hjá flokkurum án þess að inni vita það sjálft, sko. Ég komst einhvern tímann að því fyrir löngu að ég var á skrám hjá þremur stjórnmálaflokkum án þess að hafa. Ég komst nú að því einhvern tímann þegar ég var að vinna einhverju prófkjör að Illugi Jökulssoni skráður í Sjálfstæðisflokkinn. Þannig að það alls konar fólk á þessum listum. Þannig að ég veit ekki hversu góða mynd kjörskráin gefur af Sjálfstæðisflokknum.
En bæði sko Styrmir Gunnarsson og Andrés Magnússon skrifa Regin í mörgur og Styrmir á Evrópuvaktinum og þeir segja báðir að úrslitin veiki sem eru nú góðu sjálfstæðismenn veiki Bjarna. Já. Ég er sjálfur rétt að það var lítill áhuga á þessum prófkjörum almennt. Kosningaþátttakan Þóra segir að það hefði verið þriðjungskosningaþátttaka í þessu prófkjöri hjá sjálfstæðismönnum. Það var bara rétt rúmlega það hjá Samfylkingunni. Já, það ekki betra það. Það sem var töluvert spenna. Já. Þannig að en ég held að varandi Bjarna sko þetta framboð Ragnars Önundarsonar og Vilhjálms Bjarnasonar hluta í þetta sama sæti og hann var að sækjast eftir, það virtist vera sjálfstæðismenn svona færa á því að senda Bjarna skilaboð og þeir eru búnir að vera að gera það. Hann hefur þetta rétt marði Hönnu Birnu á landsfundi og þetta gallinn fyrir sjálfstæðisflokkinn kannski sá, Karl Pétur segir það sé sem betur fyrir liðin tíð að sé rússneska kosningar í sjálfstæðisflokknum. En gallinn sá að það kannski ekki margir aðrir sterkir að koma fram. Þannig að Bjarni alltaf að fá þessi skilaboð, hann sé ekki nógu sterkur og menn eru að snúa honum í stórum málum og fara gegn honum og hann fær rétt rúmlega helmingsstuðning í þetta sæti sem hann var oddviti í og hann formaður flokksins, nýbúinn að fá endurkjör. Flokkurinn liggur svona frekar hátt í skoðanakönnunum, en samt fær hann þessi skilaboð að þeir eru ekki með neina aðra marga valkosti. Hanna Birna fyrir valla að fara í hann aftur strax, hann fyrir kannski frekar í varaformanninn. Og það ekkert rosalega margir sem þú sérð á sviðinu í Sjálfstæðisflokknum sem gætu orðið tekið við á hann sem formenn, nema kannski Hanna Birna. Prófsteinn Bjarna náttúrulega stórprófsteinn náttúrulega kosningarnar í voru að ef hann fer með flokkinn í gegnum þær kosningar og núna eru skoðanakannanir að gefa honum ágætan síðasti þjóðarpúlsgallups gefa honum 36,7. Það reyndar held ég að mörgum sjálfstæðismönnum þykja ekki mikið út úr svona skoðanakönnunum en maður veit aldrei. Nei, en þessar skoðanakannir nú líka lengi haft aldrei svona var ámika hvert þessum þjóðarpúlsgallup því að hann mælir nú fyrst og fremst hvaða fólki sem hefur mikinn tíma á internetu finnst. Já, það já. Já, þetta netkönnun og það sýndist til dæmis í forsetakosningunum í sumar sem ég þekki nú aðeins að þær voru verulega skakkar því að þær mæla fyrst og fremst það sem að netverjum finnst en ekki fólki inn á núti sko. Já, þetta það verulega skekkja því. Það var verulega skekkja þar. En varðandi, sko, það alltaf talað eins og það langi alla til sem í stjórnmálum til að vera formenn stjórnmálaflokka. Og ég nú búinn að vera að lesa ævisöguna Svavars Gestssonar sem mjög skemmtileg og þar fer hann bara yfir það hvernig hans líf var þegar hann var formaður í stjórnmálaflokki og það var mjög erfitt og hann hafði lítinn tíma með fjölskyldunni og hann hafði og öll spjót stóð á honum í langan tíma og Össur hefur talað sinn tíma sem formann Samfylkingar sem afplánun. Jón Baldvin hefur sagt að þegar hann var formaður í stjórnmálaflokki þá fór hann bara heiman og var í burtu í 10 ár. Ég velti því fyrir mér hversu mikinn áhuga hafa Kata Júl og Hanna Birna á að vera formenn í stjórnmálaflokkum á þessum tímapunkti. Það reyndar mjög áberandi með Samfylkinguna að það virðist ekki marga langa verða formenn það er rosalega lítið. En Árna Pál langar það, hann langar það mjög mikið og hann búinn að vinna þessa vinnu, hann búinn að vera að vinna svona stefnumótandi vinnu, hann búinn að leggja í að skrifa langa greina sem ég reyndar hef ekki haft þolinmæði að klára en erfið og leiðileg mál, hann að fara inn í alla þessa hluti og gera þetta bara vel, hann langar þetta greinilega og ég held hann fara alla leið. Þú heldur að fara þetta. Ég má tala aðeins það, við ætlum svo koma aftur á Sjálfstæðisflokknum. Árni Páll vinnur þarna í gær og það heldur engin afgerandi sigur. Ég menn hann vinnur þarna prófkjörið en hann ekkert að fá. Það léleg kjörsókn og hann fær 49% í fyrsta sætið. Það ekkert. Og hann var í fyrsta sæti fyrir. Hann var í fyrsta sæti fyrir. Og ég menn en hann vinnur þetta samt. Verður hann formaður flokksins út á þetta? Ég held það. Ég held að hann hafi sýnt með þessari niðurstöðu, þó hún sé ekki afgerandi eins og þú segir, þá hún það afgerandi, hann fær þennan stuðning í þessu kjördæmi, þar sem að Kata mjög sterk og hún hefur alltaf verið nefnd sem hans helsti keppinautur formannsstólinn og þetta svolítið rétt hjá Karli að hann langar. Já. Og hann langar svo mikið og okkur á ekki flokkurinn að bara nýta sér það, orkuna í manninum. En það sagt að Jóhanna vilja hann ekki, þá Jóhanna sumir segja allt nema Árna Pál en allavega, og mun frekar Katrínu en... Sumir segja líka að það sé bara betra fyrir Árna Pál að Jóhanna vilja hann ekki og það segja að það hefur verið slæmt fyrir
Katrínu að aðstofamaður forsætisráðherra skyldi hafa lýst yfir stuðningi við hann á Facebook daginn. Kost dauðans. Já, kost dauðans. Andrés, hvað segir þú? Er hann á leiðin í formannsstólinn með þetta? Hann er allan á leiðin í formannssamboði. Ég held að getum öll verið saman það. Hann er ekki að fara bak út af því. Ég held að hann eigi á töluvert góða möguleika á að verða formaður. En það verður alltaf mótframboð, held ég. Og við vorum að ræða það fyrir þáttinu og vorum ekki alveg sammála það. En ég held að það verður þrýst á hugsanlega jafnvel Katrínu. Þú veist, hún fær ágætis niðurstöðuna í annarsætið, en margir voru farin að spá því að hún myndi hafa Árna Pál þarna. Og þetta var gert svolítið, það var blásið til þess að svona stoppa Árna Pál í kraganum. Þú veist, Hafnarfjarðarkratarnir stóðu á bak við Katrínu og svona flestir aðri frambjóðendur á þessum lista voru svona á þeirra stuðningsmenn að hallast á Katrínu. Þannig að hann má segja þetta svona sé svolítið meira afgerandi sigur út af því. Sýnir kannski líka svona ákveðin breytt hlutföll í samfélkingunum og í þessum stjórnmálum að það er ekki alltaf allt sem sýnist. Jóhanna er til dæmis ekkert mjög virk í tengslum við flokkin. Hún er fyrst og fremst upp í forsætisráðuneyti. Hafnarfjarðarkratarnir sem hefur alltaf verið mikið veldi. Nú er engin Hafnfirðingur í 3 efstu. Og svo koma 2 reyndar. Það er alltaf verið að tala um að það sé ekki Hafnarfjarðarkratið þarna. En gleyma henni Margréti Gauju sem er þó í 4. sæti og það Lúðvík fellur niður en sko Lúðvík er náttúrulega bara gamall alþýðubandalsmaður og óvíst hvort að hann. En hversu áhugavert er það að velta fyrir þessum bæjarfélaga línum innan þessar er ekki bara gamall fólk sem að velta sig við sem mann eftir einhverjum Hafnarfjarðarkrötum hann heitir Emil Jónsson. En horfum aðeins til annars. Horfum til þess hverjir undirbjuggu sig fyrir þessi prófkjör. Magnús Orri kemur hérna fram með fína bók. Árni Páll er búinn að skrifa langa greinaflokka, vinna mikla vinnu í kjördæminu, vera út um allt og ég fer ekki öðruvísi í Sund í Seltjarnarneslauginum Árni Páll síðar og þetta sko fólki sem undirbjóð sig, það vann. Kata er auðvitað bara búin að vera sinna öðru og ég þekki það mjög vel, hún er á glæsilega kollunga tvíburastráka og hún er búin að vera í því og það er bara, það sem hún er búin að vera að gera undan fyrir Árni Páll er bara búin að leggja allt í það að undirbúa sig fyrir þennan dag. Og mér finnst þetta alltaf gaman sko, og svo Óli Björn í kraganum hjá Sjálfstæðisflokknum, hann kom líka út með bók sem er svona pólitískt testament. Þeir sem eru að leggja á sig vinnu við það, að búa til einhverja pólitík og reyna að make einhver sens í það sem er að gerast í samfélaginu, þeir eru að vinna og það er bara frábært. En hugsanlega gerði Kata mistök með því að taka ekki ákvörðun um að fara í formannsframboð fyrir þetta prófkjör, heldur að ætla að láta úrslitin þar í rauninni ráða afstöðu sinni. Vegna þess að Árni Páll er náttúrulega búinn að vera að reka tvennskonabaráttu, hann er búinn að vera að reka formannsbaráttu og hann er búinn að vera að reka baráttu sem frambjóðandi í efsta sætið í kraganum. Og það hefur gefið honum talsvert mikið forskot og það hefur gefið honum mikla athygli og hugsanlega hefur hún tapað á því. Ég spái því að það sé ekki útséð það að hún fari í þetta formannsframboð þrátt fyrir þessi úrslit. En svo eru þarna menn sem fólk sem kemur þarna inn og til dæmis hjá Sjálfstæðisflokknum. Við erum með sko Vilhjálm Bjarnason sem kemur þarna inn og hann er svona að maður að nota erlendar publikumslíbling. Fólk sem hann er búinn að vera mikið í sjónvarpi, fólk elskar það er endar sömur sem hafa hotn í síður hans vegna þess að hann er frekar hlindur verðtryggingu og öðru. En hann er samt sem áður við alþýðuskap. Já, og hann einhvern veginn kemur þarna inn og hann er svolítið, þú nefndir það að þetta verið svolítið svona Péturs Blöndals. Já, hann er svona wildcard í hópnum og Pétur Blöndal hefur verið það í 15-20 ára, hvað hann er búinn að vera lengi þarna. Já. Pétur náði nú tímamóta árangri 2002 þegar hann stökk upp fyrir 2 sitjandi ráðherra í prófkjöri hjá Sjálfstæðisflokknum, en hann var nú samt aldrei ráðherra sjálfur. Þannig að hann naut aldrei þessa árangur sem hann fekk og hann er sannarlega við alþýðuskap eins og Vilhjálmur. Við höfum til að sjá hvað Vilhjálmur gerir. Hann er aldrei óskrifað blað. Ég fór nú í gegnum svona það sem hann setti fram í aðdraganda prófkjörsins og hann lagði mikla áherslu á hversu mörgum útvarpsþáttum hann hefur verið í og hversu margan hefur unnið. Ég geti skoðað þetta síðan. En hann er það sem hann kallar sig viðræðusinna og Ragnhildur Ríkharðsdóttir er það líka. Þannig að það eru tveir þarna, þeir eru ágætlega representeraði, köllum þá kannski ekki Evrópsinna, en viðræðu sinnar eru að vera representeraðar á þessum lista. Þau eru klárlega sko sigurvegarar þessa prófkjörs, þau tvö.
og en það eftir að koma í ljós hvort að Vilhjálmur fá að ráða einhverju ef hann kemur inn á þing. En ég má ekki gleyma Elínu Hirst, hún svona bara klassískur hægri maður og reyndar. Og kemur hann að það eftirtektarvert hvað hann náði góðum árangri. Hún veit búin að vera í þáttum líka, mikið í Hrafnaþingi sem ég held að sé alveg hárrétt demografía fyrir hana að stíla inn á. Það eru svona stúdúnskallar svolítið í Garðabænum sem horfa á þann þátt oftar en einu sinni hvern. Akureyri, þar eru líka dálítil tíðindi. Já, Sigmundur Ernir virðist vera dett út af þingi. Og þarna kemur inn nýr þingmaður sem sagt, fellir hann, Erna, Indriða. Já, hún er næsta örugg með þingsæti. Já. Og það eru svona, heyrist með blendnar tilfinningar meðal umhverfissinna í flokknum, þar sem hún hefur verið upplýsingafulltrúi Alcoa og þar hann leiðandi væntanlega dregur einhver leiti taum stóriðið manna inn í flokkin. Já. Þannig, en hún allavega fekk stöðning og Sigmundur Ernir þarf væntanlega að taka póka sinn. Stóri sigurinn er náttúrulega Kristján. Hann á þetta. Hann á þetta alveg, sko. En Erna hins vegar, náttúrulega, hún er búin að vera þarna í 8-10 ár fyrir austan og vera að vinna með fólkinu í Fjarðabyggð og nágrenni. Já. Og greinilega nýtur þess og hefur greinilega eignast stóran hóp aðdáenda í þeim hópi. Og það er nú reynda magnað að koma þarna austur, sko, og fara í álverið og heimsækja Fjarðabyggð, sko. Það er ótrúlegt að sjá hvers konar lyftistöng fyrir þetta svæði, þetta álver hefur verið. Það er alveg rosalegt, sko. Og allt tala einsleitni, það hverfur alveg leið og maður kemur þarna og hittir þetta fólk. Þóra Kristín, þú ert kannski að fara þarna austur. Já. Þetta er ekki lengur fagra Ísland, þetta er fagra álver. En það voru mjög margar í rauninni skemmtilega hliðar á þessu prófkjöri og það var náttúrulega þetta framboð Alcoa þarna í Ernu Indriðadóttur sem er nú þarna mjög væn kona og ég þekki nú það frá því við unnum hér í þessu húsi. En þarna, þetta er samt sem áður svolítið merkilegt að það sé svona ofboðslegir stóriðjusinnar sem að veljist þarna fyrir þetta kjördæmi og það er þarna merkilegt með aumingja Sigmund Erni af því hann var nú þarna í öðru sæti á eftir Kristjánu Möller og svo er sett þessi kynjaregla hjá flokknum. Hann byrja greinilega óttast sinn hag þannig að allt í einu lýsir hann yfir í rauninni framboð í fyrsta og annarsætið og þá held ég að hafi farið aðeins héraðshöfðingjan Kristján Möller. Allavega sko veltur það þannig að Erna sprettur þarna upp í annarsætið og gerir það með ekkert svona sérstaklega mörgum atkvæðum. Nei. En mér finnst nú í rauninni leiðinlegast að frambjóðandinn Jónína Rós næði ekki sínum markmiðum vegna þess að það held ég að sé mjög svona góð þingkona sem hafi fengið mjög litla athygli miðað við það sem hún hefur lagt til málana og það er því miður oft þannig. Og auðvitað er það með okkur fjölmiðlafólk að auðvitað er það satt og réttmæt gagnrýni að við fáum dálítið mikið út á kannski að vera þekkt andlit. Fólk sem fer út í pólitík úr fjölmiðlum að það stendur ekki algjörlega jafnvætti sinnum og þótt að það inn ekki með Sigmundi Erni í þessu tilfelli það vann það örugglega með Ernu Indriðadóttur og það er spurningum hvort að eins og ég nefndi hérna fram með áðan hvort að fjölmiðlafólk ætti bara ekki að taka sér saman og vera með sitt eigið framboð fjölmiðlalistan. Sýnileiki er okkar fag. Það er spurning hvort það sé ekki alltaf ósögur fyrir stöðu 2. Nú er Róbert Marshall færinn út úr Samfylkunni sumir segja á harða flótta undan tapi í Suðurkjördæmi og Simmi dettunir í 4. sæti og inn kemur Rúf manneskja. Er þetta ekki bara tap fyrir stöðu 2? Þetta er rosalega tap fyrir stöðu 2. En svo erum við reynda með fleiri, sko. Það er, Elín Hirst var náttúrulega á stöðu 2 og svo á Rúf. Og svo er Karl Garðarsson fyrir þetta fréttastjóri á stöðu 2. Hann er að bjóða sig fram til að taka sæti á lista Framsóknarflokksins í Reykjavík. En það er náttúrulega dálítið mikið frambúð af svona af fjölmiðlamönnum sem kannski er ekki allir með neitt ofsalega mikla vinnu þess að dagana. Atvinnuleitum fjölmiðlamönnum. Þóra Kristín var aðeins að kveikja í mér hérna hún segir að Erna sé fulltrúi Alcoa Nei, ég tek það nú aftur. Og að Samfylkingin hafi kosið Alcoa í annarsætið og Kristján stóruði sinna í fyrsta sæti fyrir austan. Ég held að Kristján sé ekki minni fulltrúi Alcoa. Svo hérna í kraganum þar fyrir Árni Páll hægri krati í fyrsta sæti, Magnús Orri mjög sterkur inn í 3. sæti, hægri krati líka.
ekki bara Samfylkingin á stormandi flótta undan Vinstri grænum? Þau var sjálfsagt öll farið í heimsókn í þetta álver sem þú nefndir að hann að sér þessu eitraða lofti. En það er spurningin hvort að Samfylkingin sé ekki bara að leita til hægri, sko, eftir þetta stjórnarsamstarfið VG, að Samfylkingin sé að leita til að það sé, að húsið sé tekin þangað. Það lítur út fyrir það. Það lítur út fyrir það, já. Það er ekki spurning. Ég meina, mjög flottur sigur hjá Magnús Orra, kom sterkur inn og... Sem við helst ekki kannast við að vera vinstrimaður, sem náttúrulega, já, ég veit það ekki, ég meina... Hann er einn af þessum frjálslyndu jafnaðarmönnum. Þetta er sósíaldemókratískur flokkur og ég held að engin skandinavísku kratti myndi nokkuð til að halda því fram að sé annað en vinstrimaður. En hann er frjálslyndu jafnaðarmönnum, eins og margir sem eru að koma nýjir öflugir inn í Samfylkinguna núna. Arnar, fyrrverandi aðstofamaðurinn á Kötu. Og núverandi eftir bara 2 daga. Já, reyndar. Hann er að bjóða sig fram í Reykjavík núna, hann er í þessum hópi líka. Árni Páll hefur verið þarna inn í þessum hópi líka, þannig að þetta er alveg satt. Flokkurinn hefur náttúrulega verið gagnrýndur fyrir það að vera farin of langt til vinstri. Þetta er breiður flokkur á að rúma mörg sjónarmið og mikla vídd. Við skulum fara yfir í framtíðina þess. Nú eru sko prófkjör framundan, það er næsta helgi er flokksval Samfylkingarinnar í Reykjavík og svo er Sjálfstæðisflokkurinn í 24. nóvember hérna í Reykjavík og svo eru náttúrulega ýmislegt að gera til þess að VG, sko, að það er í kraganum þá er verið að sækja Ögmundi Jónasyni og í Reykjavík þar er Björn Valur Gíslason allt í mættur og búinn að hleypa öll í uppnámsskýrslu hjá VG í Reykjavík og að byrja þar. Þóra Kristín þá Björn Valur kominn allt í einu og vill fá bara fyrsta sæti hérna í Reykjavík. Já, fyrsta til annað sæti. Hann hleypur burt, hann sér líklega að hann gæti ekki komist inn á þing fyrir norðan. Steingrímur tekur fyrsta sæti, svo þarf kona að vera í öðru sæti. Og Björn Valur er náttúrulega, sko, hann er ægilegur bardagamaður, hann er hrikalega umdeildur, líklega, sko, hann er maður sem að, sko, andstæðingarna hans einhvern veginn elska hata, en ég er ekkert viss hann sé neitt sérstaklega vinsæll heldur. Jú, ég held nú reyndar að Björn Valur sé aldrei vinsæll og hann hafði allavega gríðarlegt persónufylgi í Norðausturkjördæmi. Já. Og ég veit að margir þakkuðu honum líka gott gengi þar í síðustu kosningum. Þannig að ég held nú að Björn Valur sé talsvert vinsæll og eigi góða möguleika í Reykjavík. Og hann er ekki maður mikill að málamiðlana og hann segir fyrsta til annars sæti, við skulum sjá hvernig. En hann þarf að fella þingmenn til að komast þarna inn, sko. Það falla vantarlega, sko, fleiri en einn og fleiri, já, allavega 2 þingmenn. Hann er sjálfur þingmaður, Alfreður þingmaður og Árni Þór þingmaður. Svandís og Kata eru nú, Katrín Jakobsdóttir er vantarlega sigrar þetta prófkjör. Svo er spurning hvort að Björn Valur næra hreyfi Svandís í öðru sæti, ég er ekki viss það. Aldrei segja aldrei. Nú margt hérna sýnt sér núna mitt að straumarnir, þeir eru að birta svolítið annan hátt í sem prófkjörum heldur en menn hafa kannski verið að lesa í þá. En hann er náttúrulega fyrst og fremst að sækja á Alfreði og Árna Þór. Já. Og hann hefur náttúrulega sinnt þetta mikilvæg hlutverki fyrir Vinstri græna og fyrir Steingrím J. Hann tekur svona alltaf þessa sko öfgafyllstu línur og hjólar í andstæðingana sem að kannski stuðningsmönnum VG þykir ekkert leiðilegt að sjá menn í skylmingum svona við hérna pólitíska andstæðinga. Hann tekur höggin, sko. Hann tekur höggin og þá getur Steingrímur komið og verið svona aðeins skynsamari og svo framvegis þarf ekki alltaf að taka hörðustu línuna, sko. Og hérna kannski vill Steingrímur bara hafa slíka mann á þingi og í þingflokknum. Og nú þessi þingflokkar fara að minnka, það lítur allt út. En nú eru þeir eru náttúrulega, sko, þá er þannig að þeir eru svona good cop, bad cop, en hann er náttúrulega en sko flokkurinn er náttúrulega ekki svo stór í Reykjavík, þetta er ekki svo stór eða sko þetta er ekki svo stór hópur sem er að greiða atkvæði. Ég meina þetta er ekki nema kannski nokkur hundur manns að taka þátt í svona prófum. Nei, það er náttúrulega ekki þessi ofboðslega stemning fyrir forvali VG eins og er til dæmis fyrir hjá Samfylkingunni og hefur á sem miklu dýpri rætur en hefur líka að sama skapi oft verið ekki alveg nógu gott fyrirbæri eins og flokksmenn gera sér grein fyrir sjálfur þegar þau voru í raun að taka í gegn reglurnar núna. Til dæmis að sjá fram á það er alveg útlit fyrir að vera ekki ein einasta kona sem leiði lista fyrir Samfylkinguna í vor. Já. Nema Björgvin tapi á Suðurlandi og Oddný komið þar, sem ekkert endilega líklegt. Björgvin sterkur á Suðurlandi. Já. Í Reykjavík
Sigríður Ingibjörg, hún ekki líkleg til að velta Össur úr sessi og jafnvel ekki einu sinni Helga. Þannig að það engin kona í efsta sæti á lista. Þetta athyglisvert. Þetta athyglisvert. En ég var að hugsa þetta með, þetta mjög spennandi út frá því sem að Andrés var að nefna hérna áðan, þessar svona, hvað maður að kalla hægri sveiflu í samfylkingur sem að sýna sig í þessum prófkjörum núna, þá verður mjög spennandi að sjá hvað kemur út úr þessu prófkjöri í Suðurkjördæmi. Þar sem að í rauninni Björgvin G. sem hefur kannski verið og Oddný sem svona meira kannski á Línu Jóhannu og þess. Hvernig hún kemur út úr því? Það samt svo, það er svo skemmtileg staða núna, það rauninni ekki alveg skýra línur og skýra fylkingar, það þræðirnir liggja svo víða og forsagan svo mikil. Þú veist, Kata og Árni Páll bæði úr Alþýðubandalaginu, Oddný var orðið við framboð fyrir Sjálfstæðisflokkinn, skils mér, á Reykjanesi, áður en hún kom inn í Samfylkinguna rétt áður en hún fór í prófkjör fyrir síðustu kosningar. Var hérna skólastjóri og öflum bara manneskja á svæðinu og það var allan að borið víðirnir í hana. Hún valdi að fara í Samfylkinguna, hún hefur fylgt Jóhanni með þetta málum og hlotið ýmis náttúrulega og fengið traust hennar líka á móti til að gegna mikið með embættum. En það ekkert alveg augljóst einmitt hvað til vinstri og hvað til hægri. Þú talar sko... Ég alveg sammála því. En Oddný ætti að vera mjög verðmætt fyrir Suðurnesin. Og Suðurnesjamenn ættu nú kannski að flykkja sér að baki Oddnýju. Þau gerðu það í síðustu prófkjöri. Segir þú sem ert frá Keflavík? Já, vegna þess að það hefur verið mjög slæmt fyrir Suðurnesin að eiga þarna ekki öfluga þingmenn og ráðherra. Við skulum enda þetta með Sjálfstæðisflokknum í Reykjavík. Það náttúrulega, það var nú alltaf verið aðal prófkjörinn, bara af öllum prófkjörum, það Sjálfstæðisflokkurinn í Reykjavík. Og þar erum við með Hönnu Birnu sem að fara fram og hún virðist hafa þetta algjörlega í hendi sér að taka fyrsta sætið. Það virðist ekkert geta haggað því. Nei. Hún nánast svona incumbent í þessu fyrsta sætið, sko. Og það verður án efa sótt mjög hart að henni núna fram að prófkjöri. Og maður strax fann að heyra það það sé svona verið að reyna að hengja á hann alls konar hluti úr borgarstjóratíðinni. Og en Hanna Birna, eins og ég þekki hana, gerir ekki mikið af mistökum og það erfitt að finna eitthvað á hana og hún grjóthörð og ég sé ekki að sé hægt að hagga henni úr þessu. Það ekki að koma neitt nýtt fram frá því í formannskjörunni fyrra, það sem held ég var að leita í öllum skúffum að einhverju til þess að nota gegn henni og það tókst ekki. Nei. Ég held að þetta sé duglega heiðarleg manneskja og ég held að það skilji henni langt. Það heldur sér rétt. En það menn höfðu gert í að þarna yrði eitthvað slagur en það virðist ekkert alltaf vera neitt slagur en að vera þetta miðað við skoðanakönnun sem birtist í Viðskiptablaðinu þá ekkert. Það held að áhugaverðasta í Reykjavík verði hvernig Illugi og Guðlaugur Þór kom út úr kosningunni, prófkjörinu. Hversu lítið fylgið þið fá að því að það getur vel verið að þarna nýti sjálfstæðismenn sér tækifæri til þess að innan bara refsa þeim fyrir fortíðina sem hefur ekki gefist tækifæri til áður, þannig lagað. En bara með því að Hanna Birna virðist munu fá svona gríðarlega afgerandi kosningu í fyrsta sæti eins og skoðanakannanir gefa til kynna, ákveðin skilaboð til þeirra. Hún en þá hún algjörlega númer 2 í flokknum. Þá hún náttúrulega bara, ef hún tekur fyrsta drykki, þá hefur hún bara fyrsta val það hvaða ráðherraembætti hún myndi taka, það að verða varaformaður, það að vera arftakinn í flokknum. Og það kannski eitthvað sem að Bjarni og þeir í Valhöll ætluðu kannski hugsanlega ykkur öðrum. Ég verð að vera ósammála Sigríður með að Sjálfstæðisflokkurinn sé eitthvað, og við ætlum að tala einhverja hluti sem eftir að gerast. En að Sjálfstæðisflokkurinn ætla einhver að refsa Guðlaugi Þór og Illuga fyrir einhverja hluti, ég veit ekki eins hvaða hluti úr að tala Hanna Birna var borgarstjóri í Reykjavík fyrir Sjálfstæðisflokkinn og það bara sögulega sé mjög sterkur póstur til að koma inn úr. Þannig að, og ekki gleyma því að Illugi hann náttúrulega var frá þingstörfum meira og minna allt kjörtímabilið út af einhverju rannsókn sem leiddi síðan í ljós að það var ekkert athugavert það sem hann gerði. En á meðan þá Hanna Birna búin að vera leiðtogi borgarstjórnarflokks Sjálfstæðisflokksins og það bara mjög sterkt þegar hún kemur inn í landsmálin og
eðlilega þá nýtur hún mikil stuðning Sjálfstæðisflokks í Reykjavík. Sést líka á því að hún skilji eftir sig rosalegt tómarúm í þeim borgarstjórnarflokki. Þar engin augljós arftaki og í rauninni bara ákveðin krísa sem að... Það nú reyndar mjög fyndið með borgarstjórn í Reykjavík. Það fullt af fólki að fara þaðan og þeir sem eru eftir, það virðist nú alveg vera fólk sem bara hefur einlægan áhuga á borgarmálum og eiginlega hætt að hugsa svo mikið eftir flokkspólitíku línum, þetta bara að hugsa hag og heill borgarbúa. Það kannski, við getum kannski fengið kosningar í borginni þar sem hættu af því að þessi pólitíku flokkadrættir nú kannski ekkit svo relevant þegar er að stjórna borg. Þeir eru það ekki. Við sjáum hvernig þetta með Gísli Marteinn og Hjálmar Sveinsson, þeir vinna saman. Karl Sigurðsson og Gísli Marteinn og þetta bara ofboðslega fallegt. Apólitísera borgin. Og nákvæmlega svolítið eins og Hanna Birna hefur verið að tala núna í aðdragandi þessa prófkjörs að hún vill þessi sömu vinnubrögð nú Alþingi. Þannig að við skulum bara vona að hún geti staðið við það. En ég held að Hanna Birna, henni verði ekki augra að hún muni lendi þessu sæti. Mér langar aðeins út af því sem við vorum að tala áðan og þú varst að segja að það væri líklegt að engin kona myndi leiða lista Samfylkingarinnar. Ég myndi allt í einu að samkvæmt þessum samþykktum flokksins, þá verður það karl og kona sem leiðar Reykjavík listana. Það er búið að kæra það. Er búið að kæra, en er komið niðurstaðið í það? Já, mér skilst það. Það er ekki þannig. Það getur verið kallar á báðum listum. Hins vegar, en þetta náttúrulega Samfylkingin 60% stuðningsmanna hennar eru konur og þær eru gríðarlega mikilvægur hópur fyrir flokkin, þannig að það verður einhvern veginn að vega þetta upp þetta verður svona og ég held reyndar að það er náttúrulega augljóst að það verður kona annarkvort formaður eða varaformaður og en það hefur verið áhyggefni hvað konur hafa verið að hætta og það hefur ekki verið að koma margar nýjar inn. Konur hafa verið að hætta. Það ekki margar svona sem eru kannski, ekki margar framtíðarkonur því miður. Sigríður Ingibjörg reyndar og Katrín auðvitað ennþá sterk. Þannig að varandi það hvort að flokkur sé farist til hægri, það ekki endilega viss það. Hann kannski getur höfða meira inn til miðina með þetta fólk en þau eru samt að reyna að gefa sig upp sem svona með græna atvinnulífið. Svo komum við náttúrulega upp með stöðun eins og hún lítur út í prófkjörum núna að þá eru ekkert svo margir í skoðanakönnunum og ég heldur reyndar að það eftir að staðfesta svo í kosningum að það verður eini möguleikinn á tveggjaflokkastjórn verður sennilega Samfylking og Sjálfstæðisflokkur þegar upp staðið. Það er langt líklegast, ég er ekki að sjá það breytast. Þannig að ef allir þessi ríkisstjórn núna vildi halda áfram það þarf hún að fá ég vil 2 flokka með sér og þá erum við konum með 4 flokka ríkisstjórn. Reyndar hefur Sigmundur Davíð náttúrulega ekki sýnt mikið á sín spil hvað hann ætlar að gera með og hvernig við erum ekki búin að sjá neitt hvernig listum framsóknarflokkurinn að fara að stilla upp þannig að hann ennþá dálítið óskrifaður blað. En þeir eru mjög rammarrip að draga í Já, virðist vera, já. En við erum að gleyma einni breytu sem í rauninni björt framtíð sem var að fá 5 þingmenn samkvæmt síðustu kosningum, 5 þingmenn kjörna. Síðustu könnun. Og síðustu könnun, já. En þar í rauninni þar í rauninni að ræða til dæmis mótvægi við þessa umhverfisstefnu Samfylkingarinnar eða hvað maður að segja andófsmenn við umhverfisstefnu Samfylkingarinnar sem hafa verið að vinna á að undanförnu. Mótvægið það fólk sem að beinlínis hefur lýst sig, hefur viljað ganga mun lengra í umhverfismálum, í náttúruvernd, heldur en þeir sem eftir sitja. Það líka umhugsunarefni. Ég held að sé að myndast svona ákveðin bara þverskurður af þessari nýju kynslóð. Þessi nýja kynslóð ekki þessi stóriðu sinnar. Ég held að hvort sem Illugi Gunnarsson, Magnús Orri, Árni Páll og Katrín eru öll, þó þau séu kannski ekki þekktir umhverfis sinnar, að þá eru þau vilja frekar byggja upp eitthvað annað heldur en veið á hátækni, veið á menntun og svo framvegis. Þannig að ég held að næsta kynslóð, hún verði ekki þessi stóriðu sinnar sem forverar hennar voru. En það er náttúrulega líka búið að leggja þetta mál bara í ágætis farveg með nýjum forstjóra Landsvirkjunar sem nefnið þessum dæmi, hann var nú að skipa frábæra konu sem í stöðu yfirmanns samfélagslegrar ábyrgðar hjá Landsvirkjun. Landsvirkjun alltaf annað fyrirtæki í dag heldur hún var bara fyrir 10 árum. Og stefnan sem verið að framfylgja þar, hún miklu meiri ætt við það sem að Vinstri grænir hafa verið að predika heldur en svona einhver óbeisluð stóriðustefnu. Já, Landsvirkjun er að gera marga ágæta hluti þó að hún sé ekki að gera nóg.
Við skulum hérna fara í, ég ætlum að sjá bara, ég hef nú ekki verið mikið að tala fréttir vikunar, við höfum verið í þessum prófkjörum, aðalfréttir helgarinnar, en ég ætlaði samt að nefna hérna aðalfréttina hjá okkur heima í vikunni. Vilhjálmur Þ. Vilhjálmsson hefur sagt af sér sem formaður stjórnar hjúkrunarheimilisins Eyrar. Skuldir Eyrar nema 8 milljörðum króna og hefur hjúkrunarheimili verið veðsett fyrir 1,5 milljarð. Gagnrýnt hefur verið að peningar sem greiddir voru fyrir búseturétt 2 milljarðar króna hafi verið notaðir til að borga af lánum og fjármagna byggingarframkvæmdir. Já, þetta nú reyndar mál sem að ég hefur verið mjög í umræðinni vikuna og ég hef hitt fólk sem alveg rosalega breytt yfir þessu og finnst þetta að vera svívirðilegt. Þetta svívirðilegt. En hins vegar þetta svona ángjað stærra máli. Við sjáum þetta í raunum öll Norðurlöndin að það hefur verið uppi þessi krafa að einkavæða heilbrigðisþjónustu. Það eru þarna fyrirtæki sem að sjá hvað þetta eru náttúrulega rosalegi peningar sem við verjum í velferðarþjónustu og vilja gjarnan ná í hluta af þessari upphæð. Þannig að það hefur verið vinsælt að búa til, nú Eyr í rauninni sjálfseignarstofnun. En samt sem áður að það hefur verið stundaður þarna, viss áhætturekstur með opinberan rekstur. Þannig verið að blanda saman það verið að byggja þarna hjúkrunarheimili og öryggisíbúðir hlið við hlið. Ríkið í rauninni að leggja til allan rekstur hjúkrunarheimilisins, en fólk getur keypt einhvers konar íbúðarétt í þessum öryggisíbúðum. Og þannig erum við komin með eina hlið af því að fólk sé raunverulega farið að kaupa sér aðgang að þjónustu sem á að standa öllum til boða. Vegna þess að íbúar þarna hljóta ganga fyrir í þjónustu á þessum hjúkrunarheimilum. Og síðan erum við þarna, gerist það að hjúkrunarheimilið í rauninni veðsett fyrir þarna þessum húsrekstrarsjóði sem að sýsla með þessar öryggisíbúðir. Þannig að þegar að spilaborgin hrynur, þessi þarna áhætturekstur sem að þessi húsrekstrarsjóður komin í, að þá á að ganga að hjúkrunarheimilinu. En getur eitthvað bætt þessu gamla fólki? Ég meina, ríkið ekki skyldu til að ganga þetta og bæta þessu fólki skaðan og í rauninni væri það kannski bara vond skilaboð ef að ríkið gerði það. Ég meina, þú veist, maður eru náttúrulega alla samúð með fólkinu sem að tapa þarna peningunum sínum líklega, en það engin, þú veist, ríkið ekki ábyrgt og... Þetta náttúrulega alveg óskapleg sorgarsaga, en ríkið ekki ábyrgt, augljóslega. Fyrir mér þá ólíkt kannski sessunaut mínum, þá finnst mér þetta ekki stafaninum, þetta engin dauðadómur yfir einkareikinni heilbrigðisþjónustu. En þarna eru hins vegar bara alltaf óljós skil á milli hvað einkareikið og hvað og það hálfgerist í því hver stjórnarformaður í þessu fyrirtæki sem kemur úr stöðu borgarstjóra yfir í þetta apparat. Notabenni án auglýsingar. Án auglýsingar og þetta sjálfseignarstofnun, ég alltaf daldið, gælt nú alltaf varhug við fé án hirðis eins og það bara þannig, það eru svona skítugar loppur sem komast í svoleiðis peninga. Það þarf að skýra löggjöfin þetta vegna þess að þetta í rauninni ekkert annað en bara fasteignaspekulasjón sem farið þarna af stað með og eins og allar aðrar, öll þessi hinn fasteignafélögin sem eru búin að fara illa, að þá menn bara veðja á það að fasteignaverð fari svona, vextir fari svona og fólk látið halda þessi að kaupa eitthvað. Það getur náttúrulega ekki gengið og það verður að taka í gegn. Þetta ekki neinn eign, þú ert að fyrirframgreiða leigu til margra ára á nokkra trygginga, endar aftast í kröfuröðinni eins og að kalla þessu náttu engarétt. Nú þetta hugsanlega einhvern veginn endurskipulagt, en það algjörlega upp á von og óvon að það verði eitthvað eftir einhvern tíman sem þetta fólk... Þetta algjörlega svona píramíta fyrirtæki. Þetta það. En þetta náttúrulega blekking, maður finnst þetta ekki bara lögreglumál? Auðvitað á að rannsaka þetta mál, það verður að rannsaka þetta mál. En mér finnst þess að það sem að þú segir með einkarekstur í heilbrigðisþjónustu, við horfum á dæmin allstaðar frá Norðurlöndum þar sem að þessi fyrirtæki, þessi velferðarfyrirtæki, einkareknu, hafa verið að taka yfir öldrunarþjónustu, það að koma upp alveg gríðarlega mikið bara af skandölum á Norðurlöndum, þar sem hefur verið klipið af þessu fé, það hefur jafnvel farið úr landi, það núna svo komið að 10% af svona þjónustu að það ekið af einkaaðilum og henni hefur stórlega rakað og við verðum að horfa á það svo miklir hagsmunir í að halda öðru fram af því að það svo miklir peningar sem verið að veita í þessa þjónustu og það svo margir sem vilja slæma í það klónum en menn verða að segja sannleikan í þessu. Það alveg satt en
Förum að tala sko einkarekstur versus opinbera rekstur, þá kannski bara hægt að nefna Orkuveituna hérna. Við þurfum ekki að segja meira en það. Ég meina, við erum með góð einkafyrirtæki og við erum með góð opinber fyrirtæki og við allt þar á milli sko. En menn vildi nú gjarnan sölsa undir sig Orkuveituna af sömu ástæðum? Ja, var það ekki með sami maður og var stjórnarformaður þeirra? Og sömu stafir, R-E-I-E-I-R. Takk fyrir að koma í þáttinn hérna, Karl Pétur, Þóra Kristín, Sigríður Dögg og Andrés. Við höldum hér áfram með Kristni Má Ástráðssyni og svo í lok þáttarins fáum Richard Stallman. Pétur Ben og The Bar Brothers í Rokklandi á Rás 2 í dag. Orð bækur, bókmenntaþáttur í umsjón Jórunnar Sigurðardóttur í dag klukkan 15, Rás 1. Gæði, þjónusta og gleraugu á þinni línu, Sjónlínan, Gleraugnarverslun, Strandgötu, Hafnarfirði. Stóran hluta ársins fá Íslendingar ekki nægilegt D-vítamín. Þess vegna fæst nú D-vítamín bætt léttmjólk. D-vítamín nauðsynlegt fyrir vöxt og þroska beina og hjálpar okkur að takast á við daginn með bros á vör. D-vítamín bætt léttmjólk, eins og hollur sólargeisli. N1 stoltur styrktaraðili N1-deildarinnar. N1-deildin, þar sem stjörnurnar verða til. Heilbrigt efnahagslíf byggist á góðu flæði fjármagns. Hlutverk Motus að viðhalda þessu flæði. Við stuðlum að heilbrigðu efnahagslífi fyrir alla. Motus, svo allir fái sitt. Það sem við ætlum að gera núna algjört mótvægi við umræðina hérna áðan, þar sem við talað flokka og flokkapólitík og prókjör. Við ætlum að fara að tala meir hugmyndir og lýðræði. Hingað komin Kristinn Már Ársælsson sem að starfar með lýðræðisfélaginu Öldu og þið eru mjög virk, þið eruð að halda fundi og tala saman lýðræði og kannski eðlilegt að byrja á því að náttúrulega rótin af þessu öllu svo að þetta flokkalýðræði, þetta fulltrúalýðræði sem að á Vesturlöndum og hjá okkur, það nýtur ekkert sérstaklega mikils traust núna. Nei, það 10% til dæmis á þinginu á Íslandi og það að mínum mati náttúrulega bara neyðarástand, eitthvað sem þarf að bregðast við strax, en það samt ekkert eitthvað svona algjörlega nýtt. Það var 40% fyrir hrun. Ég myndi segja bara fyrir hrun að þá hafi verið full ástæða til þess að fara að grípa inn í það á fulltrúalýðræðinu og þetta að sama við sjáum það í Bretlandi traust á þinginu 30%. Og kosningaþáttaka hefur farið minnkandi á undanförnum áratugum, þáttaka í stjórnmálaflokkum hefur farið minnkandi, þáttaka í fundum, þáttaka bara almennt í þessu svona flokka fulltrúalýðræði hefur farið minnkandi á undanförnum áratugum við breyttu samfélagi. Þetta var náttúrulega kerfi sem var búið til fyrir hestvagn og póstskip á sínum tíma. Það hefði talsvert mikið breyst sko. Þegar við samþykktum stjórnarskrá hér 1944 þá var menntunarstigið á þingi líklega langt umfram það sem sko, svona almennt sé í samfélaginu. Núna ertu með risastóra hópa út í samfélaginu sem hafa miklu meiri þekking á málunum heldur en þingmenn. Þannig að það eru mjög svona breyttar aðstæður í samfélaginu svona undanförnum áratugum og síðan náttúrulega mjög þekkt þetta að sko, stjórnmál og fjármál, Wall Street, tenging þar á milli hefur aukist á undanförnum áratugum, hagsmunatengsl og þess áttar. Þannig að það mjög margt sem hefur svona breyst og þróast í svona verri vegar hvað varðar flokkafulltrúalýðræðið. En hugmyndin stjórnmálaflokka og hún bara mjög góð sko. Sem eitthvað svona vettvangur fyrir fólk til að hittast og jafnræðisgrundvelli og vinna hugmyndir og koma á framfæri. En það líka einhvern veginn svona bilað einhvers stóra leiðina því að völdin einhvern veginn þjappast í fámennu valdaklíkum á toppnum í þessum stjórnmálaflokkum og margir flokksmenn upplega sig sem valdalausa sko, innan sinna flokka og það ekki bara hér, það svona á flestum stöðum á Vesturlöndum. Maður finnur það á mörgum þingmönnum, þeir eru mjög frústreraðir í raun og veru
nýir þingmenn sem koma inn og eftir einhver tíma fer þeim að líða mjög illa að þeir finna að það sem að gera hefur raun sáralítil áhrif. Og þá ertu að tala menn sem að hafa á fólk sem hefur raunveruleg áhrif, inn í valdastöðum, segir almenna flokksmenn sem að hafa bara lítið sem ekkert að segja hlutinu, mæta á landsfundi mjög sjaldan og koma með einhverju svona hugmyndir og svo gerist kannski bara eitthvað allt annað. En þetta svolítið merkilega mynd sem þú dregur upp, það 1944, það eru með svona einhvern veginn þingmenn þarna sem eru svona rjóminn af samfélaginu, hámenntaðir menn meðan náttúrulega menntunarstig, það þá bara einn háskóli í landinu og mjög fáir sem fór í hann þannig að það hefur gjörð breyst og ég held að það sé þeim þáttum sem eru að keyra áfram þessu aukningu í beinulýðræði sem við sjáum vísvegarum heim og þá kannski sérstaklega þátttökulýðræði og líka sem er að keyra það áfram hérna í nágrannalöndunum með okkur, svona að gefa fólki aukið tækifæri til þess að koma sínum sjónarmiðum að og þess aftur og heyri líka bara frá háskólasamfélaginu þau kvart oft yfir því að þessi ekki haft nægilegt samráð við vísindamenn þegar þeir eru að taka stórar ákvarðanir og þess aftur. En ykkar þið eru það sem þið viljið gera, það er að dýpka lýðræðið, að fólk komi meira nálægt sjálft, nálægt ákvörðunum. Já, bókstaflega taki ákvarðanir bara sjálft. Og taki ákvarðanir sjálft, já. Það sem við horfum fyrst og fremst til eru svona þátttökulýðræðisferli. Þar sem að ákvarðanir einfaldlega færðar í ferli þar sem að margir geta tekið þátt, við getum tekið dæmi eins og í Porto Alegre þar sem að stór hluti fjárhagsáætlunar, 20% kannski, í 1,5 milljón manna borg ákveðin bara á borgurunum sjálfum. Bara í ferli þar sem fyrst eru opnu fundir og það eru svona búin til óskalisti þar sem fólk bara safnar saman alveg aragrúa hugmyndum hvað vil að peningarnir fara í og þau velja sér síðan fulltrúa sem vinna með áfram og síðan komið aftur að þau kosið og svona niðurstaðan bindandi í því sem að borgarinn sjálfur búa til og það er svona eitt svona bara dæmið og það er að útfæra þessi ferli með mismundi hætti. Annað dæmi sem við höfum hort sérstaklega til eru svokölluð slembivalsþing. Slembivalsþing, já. Þar sem að það er bara slembivalin ákveðin fjöldi íbúa til þess að taka fyrir eitthvað mál og koma með tillögu eða leiða það til lykta og bara sem dæmi það var gert í Bresku Kólumbíu í Kanada, þar bara voru fengin til þess að vinna nýja kosningalöggjöf. Og það er náttúrulega mjög skynsamlegt af því að hagsmunaaðilinn í kosningalöggjöf eru stjórnmálaflokkarnir og það er nú þekkt dæmi út allan heimur í bölvum vandræðum með að leiða það til lykta af því að það hentar sum betur svona og hinsegin og þess áttar. Við þekkjum það hér. Þekkjum það mjög vel hérlendis til dæmis og það margar slíkar ákvarðanir sem er bara skynsamlegt að fara út og rannsóknir einmitt á slembiðali er að sýna mjög áhugaverða þætti að í bæði gegnum svona tölfræðilega greiningu og jafnvel svona tölvuvísinda módel að þá gæti það jafnvel verið þannig að það að slembiðali komi betur út til þess að finna bestu lausnir heldur en að velja sérfræðingahóp. Ok, það er ekki bara þannig að þú velur símaskrána svo færið bara einhvern hóp af fóbjónum eða eitthvað. Nei, og það er mjög ólíklegt og hugmyndin það sem virðist vera að gerast það er það að bara fjölbreytni hugsun. Það er að fá sem flest sjónarmið fram, eykur bara líkurnar á því að finna góða niðurstöðu og sjálfsögðu nýta slembiðalsfulltrúarnir þekkingu sérfræðingana, þeir eru líklegri til þess að taka hana með og fara og spurja en þeir líti ekki á sig sem fulltrú einhverju hugmyndafræði eða stefnu eða einhvern veginn svona sérstakra hagsmuna þannig að þeir eru miklu líklegri til að fara að spurja bara ok, við þurfum að fá þekkingu þetta viðfangsefni sem við þurfum að leysa og vinna sem bara úr því. Meðan stjórnmálamennirnir er náttúrulega hugsa mjög eftir fyrirfram ákveðnum brautum og eru mjög háðir hagsmunaaðilum. Þeir eru ekki eins líklegir sem og þess vegna við erum að horfa til við erum ekkert endilega að segja að það varpa fulltrúalýðurinn í heild fyrir róða, þetta er bara svona dýpka lýðræði. Þar þurfum við að horfa til þess að velja fulltrúa með fleiri aðferðum, með slembivali, persónukjöri og í gegnum flokka fulltrúa sem að það er nú kannski dýpka flokkana sjálfa líka, breyta þeim aðeins. En það þarf að dýpka þá og bæta sem við þessum ferlum. Við þurfum að búa til ferli það sem þetta bara tekið út úr þessum pólitíska farvegi og skotgröfum sem það er í og fært bara svona út í samfélag til almennings. Það sem að fólk getur bara tekið þátt svona jafnræðisgrundvelli. Nú er að koma kosningavetur, en eitt sem ég veit að þið hefur verið að pæla í sem ég hef nú lengi velt fyrir mér, það er til dæmis hér og það er allstar, það er deilt svo mikið um staðreyndir og við erum svo erfitt með að finna einhvern bara grunnflöt umræðunar af því að það er alltaf og þannig virka fjölmiðlarnir mér langar til að heyra svolítið í þetta. Já, við erum miklar áhyggjur af þessu sérstaklega kosningavetri og við sjáum það erlendis að það er farið að stofna sérstaklega stofnanir sem eru óháðar stjórnmálaflokkum og óháðar ríkinu, bara svona óháð samtök sem vinna bara við þetta að fara yfir staðreyndir fullyrðingar sem koma fram í fjölmiðlum, sérstaklega stjórnmálamönnum og bara fara og athuga, var þetta 36% eða var þetta eitthvað annað? Og mjög oft kemur í ljós að það var bara eitthvað allt annað.
Og þarna þurfa náttúrulega fjölmiðlarnir einhverju leyti að bæta sig í það að vinna þá betur sko bakgrunnsvinnu og fara yfir og staðreynd að tékka mál og einhverju leyti kannski líka bara að dýpka umræðuna. Það vill brenna oft við og kannski sérstaklega hérlendis ef við þekkjum allir hér að það oft stilt upp á kosningavetri fulltrúan tveggja stærstu frambúðana í nýjustu skoðanakönnun eitthvað svoleiðis og svo eru þeir látnir rífast og svo búið og svo fylgir ekkert á eftir var það sem hann sagði rétt eða hinn eða hafði hvorugur rétt fyrir sig var eitthvað annað sem skiptir meira máli og almenningur situr náttúrulega bara eftir með orð á móti orði og hvað hann Sko það náttúrulega eind umræðin sem hefur gesið lengi þegar hvort að skattar hafa hækkað eða lækkað það hlýtur að vera hægt að komast að einhverju niðurstöðu. Maður sá þetta eftir kosningunum í Bandaríkjunum að það var búið að strax eftir allar kappræðurnar þá var allt fakttjekkað, það var hægt að færa á vefi þessum. Þetta aukast mjög mikið og við myndum náttúrulega bara að sjá þetta inn í fjölmiðlunum þannig að þurfi ekki að vera einhver svona til hliðar það er náttúrulega gott að hafa einhver óháða en það er náttúrulega hlutverk fjölmiðlunum í raun og veru að vera óháðir og gera þetta sjálfur sko. En þetta skiptir mjög miklu máli, þannig skatta það er alls konar fullyrðingar og mýtur hagkerfið og hagfræði sem í gangi og mikil umræðan það erlendis í kjölfar hrunsins, hvað fór úrskeiðis í hagfræðinni, okkur spáður ekki fyrir þetta nákvæmlega og svo framvegis. Og þetta skiptir alveg gríðarlega miklu máli á kosningavetri þegar menn fara að halda fram stórum fullyrðingum eins og að eina leiðin til að auka hagvöxt sé að lækka skatta, er það satt eða ekki? Og það er margt sem bendur og svo sé ekki og svo framvegis. En að menn geta einhvern veginn í kosningabaráttu bara farið í gegnum allan veturinn á þess að það sé virkilega kafað undir yfirborð og farið yfir að er þessi fullyrðing stenst hún raunverulega vísindalega rannsóknir og bestu þekkingu. En hlutleysið er oft fólkið í því að tala við A og svo fá mótsvarið hjá B og hvernig almenningur einhvern veginn að vinsa úr því sko. Það er rosalega erfitt þannig að sumt af þessu er alveg hægt að staðreyna og það er alveg hægt að finna bestu rannsóknir við eigum vísindamenn sem geta alveg absolutt sagt já, nei, þetta eigum bara ekki gogg til þess að styðja sko. Sumir myndu segja að það þjóðfélagskerfi sem við búum í núna sé og kannski hér og þó mest í vestanhams í Bandaríkjunum sé plútokratí sem þetta sé auðræði og þetta lýsir sér náttúrulega í því hvað er geysilega erfitt að einhvern veginn ná utan fjármálakerfi sem hefur einhvern veginn nánast tekið yfir svona eins og eitthvað svona amaba sem hefur bara þanist út yfir allt. Þetta er eitt af það sem er veikt lýðræði og þekkt á öllum Vesturlöndum og við þurfum alltaf að horfa til að hér varð fjármálahrun ekki bara hérlendis, það varð á öllum Vesturlöndum og það hefur verið að glíma við það á öllum Vesturlöndum en samt erum við sama kerfi, það hefur ekkert verið breytt neinu í grunnstoðum þessa kerfis. Wall Street er ennþá á Goldman Sachs og þessi tengsl ennþá til staðar. Það er ennþá heimilt að versla með þessar afleiðuviðskipti, skuldabréfafningu og það sem að kalla svona framandi fjármálagerningar. Þetta hefur engu verið breytt í grunn svona módeli kerfisins. Bankar geta ennþá orðið of stórir til þess að falla og því hefur ekki verið breytt. Það er svona hugmyndir á lofti að aðskilja viðskiptabankastarfsemi og fjármálabankastarfsemi og þess háttar. Og ég held að það sé til bóta en ég held að það sé miklu meira sem við þurfum að gera þar. Það er mikið verk óunnið til þess að svona gera kerfið að minnsta kosti hættulaust og síðan fyrir aftan það myndi ég segja að var eigum stórt verkefni framöndan varandi í sjálfbærni, við hefum verkefni í hagkerfinu varandi lýðræði. Þannig að það eru mikil verkefni framöndan varandi hagkerfi. En þurfum við ekki bankakerfi sem að þjónar fólki? Jú, akkurat. Nákvæmlega. Og ef við horfum til dæmis á varandi lýðræðisvæðingu að þá er mikilvægt að gera það á stjórnmálasviðinu en það er ekki síður mikilvægt við atvinnulífinu. Við tölum það að við búum í lýðræðisríkjum en við búum ekki við neitt lýðræði vinnunni og það er stærstu hluti lífs okkar. Og þar ríkir fáræði eða fámennistjórn og jafnvel bara einn einstaklingur sem ræðir við mjög stórum fyrirtækjum. Það er ekki lýðræðis fólki í því. Þannig að við höfum verið að horfa til þess að það þurfa að fara fram lýðræðisvæðingu í hagkerfinu líka og í því erum við að horfa til þess að í lýðræðislegum fyrirtækjum erlendis að rannsóknir á þeim sýna að þær standa betur af sig kreppuna núna, miklu betur, eru komið miklu betur út úr kreppinu heldur en venjuleg fyrirtæki. Atvinnuleysi og svæðin þar sem eru lýðræðisleg fyrirtæki er lægra heldur en að jafnaði í löndunum í heild. Jöfnuður er meiri innan þessar fyrirtækja, þess að launabilið er allt annað heldur en innan svona stærri einkafyrirtækja. Og þessi fyrirtæki eru að skila bara mjög mikið afstöð tilbaka til samfélagsins. Þannig að ég held að og framleiðin ekkert minni. Þau eru að vaxa hraðar heldur en önnur fyrirtæki í kjölfar kreppunnar. Þannig að ég svo mikil tækifæri þar. Það er þó að fólkið fái meiri, einhvern veginn öðlist meiri þátttökurétt í vinnunni sinni. Já, í sjálfu sér ekkert flókið. Við erum bara svo föst í þessu að vinnan sé algjört hierarkí. Við erum alveg vön því. Ég meina, hérna á Íslandi var náttúrulega samvinnuhreyfingin, hún leiði undir lok og var
deild í stjórnmálaflokki sem á náttúrulega ekki að vera, hún það ekki erlendis og þess vegna hún að vaksa, þessi lýðræðislegu fyrirtæki að vaksa erlendis. En þetta ekki dægilega flókið, það bara leikreglur lýðræðisins að það gildi líka á þessu stóra sviði sem að atvinnulífið og hagkerfið Og í mínum huga þannig að þeir sem að einhvern veginn á móti því að þeir þurfa að útskýra fyrir okkur hinum af hverju það ekki gilda lýðræðislega reglur á öllum sviðum samfélagsins. Við segjum að við búum í lýðræði og eiginlega alltaf allir stjórnmálamenn allstaðar segja að þetta sé besta stjórnskipulega heimi en samt að á það ekki gilda á öllum sviðum samfélagsins og svo oft þegar kemur að það dýpka lýðræðið að þrá einhvern veginn strandar. En við erum núna með bankakerfi allar þessu umræðum verðtryggingum þá fólk upplifir náttúrulega bankana sem bara algjöra óvinni sína, fjandmenn sína. Bankar séu bara fjandsamlegt afl í samfélagi. Já, það líka akkurat hitt, ef við tökum þessa traustpælingu sem við byrjum hérna á, að þá eru 2 stofnanir á landinu sem að njóta 10% traust. Það annars Alþingi og hins vegar bankarnir. Meðan það eru bara mjög skýr skilaboð að þarna þurfa að gera mjög mikla breytingar. Að þessir stofnanir sem að eiga að þjóna fólkinu, ekki síst Alþingi og hinar stofnanir sjálfsögðu líka. Mikil ósku. Að þær eru bara ekki að gera það. Það bara blasir við, annars væri traustið meira. Þannig að það þarf að ráðast í mjög róttækar breytingar á þessum stofnunum. En þið eru í þessu félagi, þið starfið mikið og það er náttúrulega, og það er alls konar hluti sem þið eruð að skoða eins og stytting vinnutíma og lýðræðisvæðing til dæmis orkuveitunar og svo framins. Lýðræðisvæðing RÚV, þinn vinnust þannig að þú fár eitt atkvæði til jafns við aðra hérna í stofnunni. Ég held að það væri mjög góð leið til þess að svona dreifa valdinu hérna innan hús. Eitt af vandamálum sem við talaðum saman við fjölmiðla einmitt að ritstjórnin sé einhvern veginn háð eigendum sínum. Í þessu tilfelli það ríkið sem á og stjórnmálamenninni sem að skipa stjórnin og þess háttar. Með því að allir hérna á stofnunum hefur eitt atkvæða mann og þá ertu búin að dreifa valdinu talsvert. Það ekki eins auðvelt að hafa áhrif á alla starfsmenn, eins og einstaka starfsmenn og ritstjóra og þess háttar. Og hugsanlega mætti sjá fyrir sig líka stjórn RÚV var einhvern veginn valinn með aðkomu almennings meira því, bara svona beint, jafnvel slembivalið einhverju leyti stjórnina og þess háttar, sem eru bara svona útfærslatrið. Það má, þú veist, lýðræðið má útfæra með ýmsum hætti og við þurfum bara að finna það leiðir sem að virka hvað best í að lyfta eða svona koma fram góðum sjónarmiðum og gefa fólki tækifæri til þess að svona vinna á jafnræðisgrundvelli. Og en minna á Öldu, við erum með fundi nánast í hver einustu viku, við erum að vinna því að lýðræðisvæða menntakerfið, við erum að skoða hugmyndir varðandi innflytjendamál, skilyrðislausa grunnframfærslu, það er endalasta verkefni og við erum með fund svona nánast í hver einustu viku og það er allir fundir opnir, stjórnarfundir, það er engin lokaður og það fólk þarf ekki einu svona skrási til að vera með. Þannig að þetta er svona bara vettvangur fyrir fólk til þess að koma saman og finna svona almennilegar hugmyndir til þess að bæta samfélag með heildarhagsmuni. Við erum þetta að halda fram að við fáum hér í seinna til viðtalskonur sem eru frá New York sem eru að vinna í því sem kallast þáttöku fjáráttlanagerð, þar sem að fólk í borgarinni sjálfur fá að koma að sem sagt gerð fjárhagsáætlana fyrir borgir og hverfi. En núna förum við yfir í mál sem kannski svolítið þessu skylt, það frelsi á internetinu. Og þá aðalega frelsi hugbúnaði, við búum í því samfélagi að það mikill einkaréttur á hugbúnaði og það eru stórir risar sem næsti viðmælandi minn, Richard Stallman, segir að þessi stóru risar séu í rauninni með okkur í eins konar fangelsi. Ég hérna kominn með Richard Stallman, hann risastórt nafn í heimi tölvana, heimi hugbúnaðarins og hann hugsjónamaður sem hefur þá hugsjón að hugbúnaður sé frjáls og opinn og þetta mál sem tengist ýmsu öðru, þetta tengist lýðræði, þetta tengist stjórnmálum, þetta tengist kapitalismannum. Welcome to this program, Richard Stallman. Hello, I'm trying to think about what you must have said, so I heard frjáls. But then after it, I heard something that sounded a bit like open. No, I said free, and then I talked about capitalism. And I was just going. You gave a lecture at the University of Reykjavik last night, and there were lots of people coming to listen to you. So lots of people are interested in what you have to say. Yes. Well, I'm glad that people are interested because these issues affect the lives of anyone that uses computers. And I would like to underline that we are not going to talk about technical things. Absolutely not. This is not a technical matter. The issues I deal with concern freedom for the users of computers.
And this is a thing that you have been thinking about this for a very long time. You were thinking about this before most people realized what was going on and what the developments could be. Well, that's because I had the good fortune in the 1970s to work in a lab at MIT where the software we used was all free. And I mean free als, I don't mean zero price. We had written a lot of it ourselves, and in some cases we got some programs from other labs or from companies, but we had full freedom in our use of these programs. So we were free to change them if we wanted to, and free to distribute them to others, which we sometimes did whenever we wanted to. So I got used to living in freedom. But during that same decade, for most computer users, this freedom was taken away as they found themselves pushed into use of proprietary software, user-subjugating software, which the users do not have control over. And with software, either the users control the program or the program controls the users. There's no other choice. So with free software, the users control the program. If you know how to program, you can study it and change it yourself. But even for programmers, it's not enough just to be able to change things oneself. Because, after all, we all use thousands of programs, and I wouldn't be able to study and understand so many programs by myself. So we all need to work together. We need collective control over the software we use. And that means any group of people can exercise control over the version they use. And they can invite others to use it too. So the result is, if you use a free program, then even if you're not a programmer, of course there are other users who are programmers. And when they want to, they can look at the source code of the program, and if they see anything they don't like, they can change it. And if they change it, well, it'll go in the next release, and you'll get the change too. Without having to move a muscle, it will just automatically get fixed for you by the community that you are in. So this is what it means for the users to control the program. In order for them to control the program, they need certain essential freedoms, which I don't know if we have time to go through. But it's basically the freedom to run it as you wish, to personally study and change it, and then to distribute it to others with or without changes. These enable a group of people, whoever wishes to cooperate, to do so. But if the users don't have these freedoms, then it's proprietary user subjugating software, because the program controls the users, but the owner controls the program, and through it exercises power over the users of that program. So every non-free program generates a system of unjust power. The corporations took over. That is, of course, what happened. We have seen this in many fields in the way capitalism is run today. Well, actually, I wouldn't call it capitalism. Of course, it is capitalism, but it's not the only kind of capitalism. Capitalism can function in different ways. What we can say is that corporations are psychopaths, and if they are permitted to abuse people, they will. But how much corporations are allowed to abuse people depends on how strong democracy is. In the U.S. in the 1970s, we had capitalism, but we also had a much stronger democracy, to the point where even Republicans helped enact laws to regulate corporations and stop them from doing various harmful things. For instance, we got the Clean Air Act, the Clean Water Act, the Endangered Species Act, and many other things that they didn't turn the U.S. into a communist country. They didn't get rid of business, but they stopped businesses from doing abusive things that hurt lots of people. But nowadays, what we have seen is that capitalism gave way to extreme capitalism, which is essentially the empire of the megacorporations, in which businesses dictate our laws. They go through democratic forms, but we don't have democratic substance. And this, of course, tends to happen in every field, including the field where I'm fighting for freedom, namely computer use. These men of your generation
like Steve Jobs and Bill Gates, have they done a lot of harm, do you think? Tremendous harm, yes. Jobs in particular was responsible for, well, his evil genius was to figure out how to make computers that are jails for their users and make them attractive to the point where millions of people would clamor to be jailed. And even though, fortunately, Jobs is no longer doing any more of this to us, what he did during his life has not gone away, of course. There's a giant company continuing to do it, and that will continue to look for opportunities to make it worse. And once Apple blazed the trail, Microsoft decided to follow it. So with Windows 8, you now find a Microsoft store that practices censorship, basically just like the Apple store. Yeah. And you described this as a jail. Well, I didn't come up with that term. It's the users of the iThings who coined the term jailbreak to mean break some of the bars so that they could at least install their choice of application programs freely. They call that jailbreak, and by doing so, in effect, they assert that these products are jails. I agree with them. But don't we need... This is also an issue of copyright and patents. No, actually, those are two totally different issues. You would say so, yes. Those are totally separate issues. Okay. They're all important and they all relate to computer use, but they're totally different and unrelated issues within that field. Yes. So, do we need things like monsters like the iThings? No. And I'll never use one. No. I have a computer where all the software is free owls. And I worked hard to reach this point, but I hope that you will have a computer in which all the software is free. Yes. You have, of course, you have been working on developing the GNU's GNU operating system, and which is in operation. Millions of people that use that. Yeah. Most of them have probably heard it referred to as Linux. Linux is actually the last missing piece that was added in 1992 by somebody else. Yes. So the system is basically GNU and contains Linux also. So I call it GNU plus Linux or GNU/Linux. But tell me, but we should talk a bit about copyright and patents. Doesn't the industry need these things? No, that's nonsense. But in any case, if something attacks an essential freedom, then nobody can possibly need it in a sense that matters. Because we need our freedom. For instance, we need the freedom to share published works. And by sharing, I mean non-commercial copying and redistribution of exact copies of the work. That's a freedom that we must have, first of all, because we deserve it. Sharing is good, and you shouldn't stop people from sharing. But second, because the only way to stop people from sharing is by attacking our freedom in other ways and through draconian, cruel measures. Let me tell you about the measures that are being used in the global war on sharing. It starts with propaganda. They call the people who share pirates and thieves, which is false and nasty. But then, if they stopped with propaganda, it wouldn't really be a war. It would just be expressing their opinions. But they didn't stop there. Then they started perverting our technology, turning the products we used into our enemies. They do this by designing the things we use to restrict us. This is known as DRM, Digital Restrictions Management, or digital handcuffs. And if you look around, you'll find lots of technology products contain digital handcuffs. Not least Windows and the iThings, but also Flash Player and the Amazon Swindle ebook reader. They all have digital handcuffs to restrict people. And nowadays, every ordinary PC is built with hardware that's malicious, specifically to stop people from hooking up the video output to a VCR.
I see, yeah. Well, so conspiracies of companies have replaced the non-malicious products with malicious products. And then they didn't stop there. Then they started suing teenagers for hundreds of thousands of dollars for sharing with absurd arguments to inflate the supposed damages that were done by people just sharing with others, helping each other. But you see, those companies believe we should be their helpless prey. Yes. We shouldn't be able to do anything for ourselves that gets us out of dependence on them, because they want us to be dependent on them. That's what an empire does. But then they went even further. People figured out ways to break the digital handcuffs. Yeah. So they started imposing unjust laws, censoring the software that can break digital handcuffs. And I believe this worldwide campaign has struck Iceland too. Yes. And then they started abolishing the basic principle of justice. No punishment without a fair trial. In many countries, people are punished because they're accused of sharing, and they can be punished with fines, they can be punished by cutting off their internet connections, although the UN says that having an internet connection is a human right, but it can be cut off arbitrarily. And in the US, they don't even have a legal proceeding. The ISPs made a deal brokered by Obama, who's the enemy of our freedom in anything connected with digital use. Well, the ISPs made a deal with Hollywood and the record companies so that if they accuse somebody of sharing, then the ISP starts punishing its customer this way. And the ISPs can do this because we customers of ISPs have no rights. But it's about... But then it got even worse. And in Japan, people can be put in prison now for 2 years just for downloading an unauthorized copy from the net. And if that's not enough to stop it, they'll start shooting people. There is no limit to what those evil companies will do to maintain their power over our computing. But it's about profit, of course, and they are protecting their profit. I don't care about their profit. Their profit is nothing when set against our freedom. But why would anyone think, if someone says, you can't have freedom because I wouldn't gain so much money, this is a laughable argument in a democracy. But under the empire of the megacorporations, where the people are told what they're going to decide, those arguments start carrying weight. The fact that those arguments get heard is a symptom of a fundamental problem, and that is the political power of business. We must put an end to that political power so that we can have democracy again. And you aspire to a world where everybody can actually have the freedom to exchange their software and Yes, software should be free, and that means the 4 freedoms so that the users control what the programs do. But this conclusion applies to some other kinds of works as well. Works that are made to be used to do practical jobs. So this doesn't include art, for instance, and it doesn't include this program, because these art's made to be appreciated, and this program is showing people some ideas of mine and yours. That's different from a kind of work that's made so you use it to do a job. Those are the works that the users must have control over, because they must have control over the jobs they do with these works. So this includes software programs, recipes, educational works like textbooks, reference works, dictionaries and encyclopedias. By the way, Wikipedia is free in this sense. It was originally published using a license I wrote. Then also, I'm drawing a mental blank, but fonts for displaying bodies of text, patterns for making clothing, the patterns to feed into a 3D printer to make a utilitarian object.
not the patterns for purely decorative objects. Those are artistic works, you see. So there's a So the works you use to do practical jobs have to be free. Yeah. The rest have to be shareable, which is a much weaker criterion. Because I'm not saying we should get rid of copyright law. No. I'm saying, though, we must loosen it up. It's too restrictive now. It takes away some freedoms we desperately need, like the freedom to share, the freedom to do remix, which is take pieces of various works and put them together and make something else that's totally different. Totally different in its basic spirit and purpose, but has pieces of other works in it. We have to recognize that this is part of the way you make new works nowadays. And since copyright should encourage making new works, it's perverse to treat it as an obstacle to remix, but that's what has happened because the companies have grabbed control. Copyright was supposed to be a regulation on the publishing companies. Yes. But now, in effect, they control it and they wield it against the general public. This is a freedom issue. You came from this hacker culture in MIT, and you are very you harken back to these days when there was freedom and I know that many young people are a bit fascinated by this period. Well, they haven't seen freedom at all in the use of computers unless they've switched to free software. And so many users, they use the widely used systems like Windows and Macintosh or the iThings, and to some extent Android, and which take away their freedom more or less, and they think this is the way it's supposed to be. They didn't ever imagine another possibility. Well, I was lucky. I didn't have to imagine one because I lived it. One thing I'd like to mention is freedom of information, because Julian Assange was on this program before he became famous, and we were linked. He was in Iceland, and we've had these freedom of information initiatives in Iceland. This is, of course, that's an issue. It's a separate issue. Yes, it's very important. Yes, and I admire WikiLeaks, but we have to point out that these are not the same issue. So I wouldn't transfer any specific thing I said about the issues of users controlling the works they use or freedom to share. I wouldn't transfer them over to this. No. That's not careful thinking. No. But my careful thinking, from which I've partly learned from others, of course, such as Daniel Ellsberg, says that the freedom to publish things that governments don't like to have published, is tremendously important. And what we see under Obama is a war on whistleblowers. Obama has prosecuted more government whistleblowers than all the presidents before him put together. And the military of the U.S., which I refuse to call the Defense Department, seems to have adopted the policy of saying that saying anything secret to the public is communicating with the enemy, which confirms my suspicion that the U.S. government sees the U.S. people as the enemy. It's, after all, a government of occupation. It works for the empire of the megacorporations. Its purpose is to maintain the company's power over us. Are you anti-authoritarian as a person? Yes and no. I'm not an anarchist. No. Because I support a welfare state. Yes. A welfare state is a state. If there were no state, you couldn't have any kind of organized tax-based social welfare programs, because you couldn't have taxes either. And each person would have to basically try to get help from either family or those who are, which of course has plenty of history in Iceland, or those who are rich. And of course, what would those rich people get in exchange for occasionally helping somebody with paying for cancer treatment and so on? I see. No, we have to tax those rich people and pay for everyone's health care. And that way, the rich people don't get power from their money.
Richard Stallman, it's a great pleasure having you here. This is actually your second time in Iceland. You were here in 2000. Third. It's your third time in Iceland. Yep. Okay. I guess you just didn't notice one of them. No, but thank you very much for coming. It's a pleasure talking to you. Thank you. Landinn verður í Þykkvabæ á sunnudagskvöldið, elsta sveitaþorpi landsins. Hér hafa orðið gríðarlega breytingar á síðustu 20 árum og ekki allar til